Fréttir. Tveggja hreyfla einkaflugvél frá Reykjavík með 3 innanborðs magalendi í sléttri mýri ofarlega á Öxnadalsheiði upp úr klukkan 2 í dag. Engan mannanna sakaði. Vélin sem af gerðinni Piper Apache 23 var á leið frá Reykjavík til Akureyrar og flaug upp Norðurárdal úr Skagafirði. Þétt þoka var efst á Öxnadalsheiði óhappið varð. Flugmaður flaug sjónflug og virðist sem hann hafi freistað þess að snúa við í dimri þokunni en þá magalent vélinni án þess að vita hver skammt var til jarðar. Bílstjóri sem gekk að vélinni þar sem hún liggur ekki fjarri vegi skammt frá sæluhúsinu Sessiljubúð segir að vélin hafi ekki nauðlent heldur virðist sem hún hafi magalent fyrir tilviljun því báðir hreyflar hafi snúist í mjúkri mýrinni þá 80 metra vegalengd sem það tók hana að stöðvast. Skúli Jón Sigurðarsson, deildarstjóri hjá loftferðaeftirlitinu, segir að mikla mildi megi telja að ekki fór verr. Loftferðaeftirlitið rannsakar nú óhappið en mennirnir komu til Reykjavíkur síðdegis þar sem skýrslur voru teknar af þeim. Þess má geta að árið 1958 fórust 4 menn með lítilli flugvél á svipuðum slóðum á Öxnadalsheiði. Vélbáturinn Eva IS 111 var fyrir vélarbilun á Faxaflóa 11 leytið í kvöld. Bátsverjar sendu upp neyðarblis og fljótlega komu aðrir bátar á vettvang. Báturinn var tekinn í tog og var búist við að hann yrði kominn til Reykjavíkur miðnættið. John Major, fjármálaráðherra Bretlands, vill að gjaldmiðill Evrópubandalagsins EQ verði alvöru gjaldmiðill sem yrði notaður af ferðafólki og fólki í almennum viðskiptum. Hann hvetur til að stofnaður verði evrópskur peningamarkaður sem myndi gefa út EQ-gjaldmiðilinn og þar sem hægt verði að skipta honum fyrir aðra evrópska mynt. Major segir Breta ekki fylgjandi hugmyndum Jacques Delors, formanns framkvæmdastjórnar Evrópubandalagsins, sameiginlegan gjaldmiðil allra Evrópuríkja og að Bretar munu aldrei hætta notkun sterlingspundsins né glata efnahagslegu sjálfstæði. Brasilíska lögreglan handtók í dag 15 ára pilt sem sakaður að hafa skipulagt og tekið þátt í bankaránum í Rio de Janeiro að undanförnu. Pilturinn hefur viðurkennt að hafa tekið þátt í 5 bankaránum. Lögreglan handtók piltinn í húsi sem hann keypti handa móður sinni og þar fundust peningar og skotvopn. Dagblöð í Brasilíu segja að pilturinn hafi reynt að múta lögreglumönnum til að reyna að komast hjá handtöku. Kasmíra Prúnskiene, forsætisráðherra Litáens, segir að Litáar ættu að fresta sjálfstæðisyfirlýsingunni frá í mars og notfæra sér sveigjanleikann sem Sovétstjórnin hefur sýnt varðandi fullveldisyfirlýsingar Sovétlýðvelda að undanförnu. Hún segist vona að þingið samþykki tillögu ríkisstjórnarinnar til að auðvelda Litáum að ná fram markmiðum sínum í viðræðum við yfirvöld í Moskvu. Harður jarðskjálfti skók Teheran, höfuðborg Írans í kvöld. Skjálftinn sem mældist 7,7 stig á Richter átti upptök sín í Kaspíahafi. Engar fregnir hafa borist af mannfalli eða skemmdum á mannvirkjum en fólk þusti út á götur Teheran borgar þegar skjálftinn reið yfir. Búast má við nokkurri röskun á starfsemi opinberra stofnana vegna kröfugöngu og útifundar félaga í BHMR sem boðaður á morgun. Í dag bar stjórn BHMR svarbréf frá Ásmundi Stefánsinni forseta ASÍ meintan þátt Alþýðusambandsins í þeirri ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fresta efndum á kjarasamningi BSRB og ríkisins. Efni svarbréfsins vilja hvorki Ásmundur né stjórn BHMR láta neitt uppskátt en hún sendi ASÍ skriflega fyrirspurn fyrir helgi þar sem spurt var hvort alþýðusambandsmenn hefðu krafist þess við ráðherra að ekki yrði staðið við launaleiðréttingu BHMR félaga næstu mánaðamót. Einnig var spurt hvort forsendur ASÍ samningarna fælu í sér vanefndir á BSRB samningunum og jafnframt hvort alþýðusambandi styddi þá megin kröfu að samningar milli aðila skuli standa. Hlutabréf í Ólís að verðgildi 50 milljónir króna verða boðin til sölu í fyrramálið. Stefnt að því að gera Ólís að almenningshlutafélagi. Stjórn fyrirtækisins hefur og heimilað að selt verði að auki hlutabréf í því að verðgildi 100 milljónir króna. Útlit fyrir 70 milljóna króna hagnað af rekstri Ólís á þessu ári en hann var 30 milljónir króna í fyrra og veltan rúmir 4 milljarðar króna.
Stærstu hluthafar í Ólís eru Óli Káver Sigurðsson og Texaco í Danmörku. Keppni í sérriðli heimsmeistaramótsins í knattspyrnu lauk í kvöld, Arnar Björnsson. Costa Rica tryggði sér í kvöld rétt til þess að keppa í 16 liða úrslitakeppninni. Lið Costa Rica sem keppir nú í fyrsta sinn í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins sigraði Svía með 2 mörkum gegn 1. Johnny Ekström skoraði mark Svía í fyrri hálfleik en Roger Flores og Hernan Medford skoruðu fyrir Costa Rica í seinni hálfleik. Hetja Costa Rica manna í kvöld var markvörðurinn Luis Cabello Conejo. Brasilíumenninu skota með 1 marki gegn 1. Louis Müller gerði mark Brasilíumanna sem höfðu fyrir leikinn tryggt sér sæti í 16 liða úrslitum. Svíar urðu í neðsta sæti í riðlinum, töpuðu öllum leikjum sínum og eru úr leik. Skotar eiga enn möguleika á að komast áfram en þeir felast í úrslitum leikja á morgun. Svo geti farið að hlutkesti réði hvort Skotar eða Austurríkismenn kemust í lokasprettin en bæði lið eru með 2 stig og nákvæmlega sömu markatölu. Nú aðeins ljóst að Costa Rica-menn og Tékkar keppa í 16 liða úrslitum í Bari 20. og 3. júní. 3 leikir voru í fyrstu deild kvenna á Íslandsmótinu í knattspyrnu í kvöld. Akranes vann Breiðablik með 2 mörkum gegn 1. Ásta María Reynisdóttir skoraði fyrst úr víti fyrir Blikastúlkur en Jónína Víglundsdóttir og Magnea Guðlaugsdóttir skoruðu mörk Akurnesinga. Á Valsvellinum munu Valsstúlkur riði KR með 4 mörkum gegn 1. Erla Guðbjartsdóttir, Ragnheiður Víkingsdóttir, Bryndís Valsdóttir og Guðrún Sæmundsdóttir úr vítaspyrnu skoruðu mörk Vals en Guðrún Jóna Kristjánsdóttir gerði mark KR úr aukaspyrnu. Á Akureyri vann Þór Káa með 5 mörkum gegn 1. Ellen Óskarsdóttir og Sofía Frímannsdóttir skoruðu tvívegis hvor og Lára Eymundsdóttir 5. markið. Linda Hersteinsdóttir náði að minnka munin fyrir Káa þegar Þórstúlkur hafðu skorað 5 sinnum. Suður-Afríku samtökin gegn aðskilnaða stefnu kynþátta hafa óskað eftir opinberri rannsókn á innflutningi á suður-afrískum niðursoðnum ávöxtum undir merkjum fyrirtækjana Del Monte og Gold Reef. Innflutningur frá Suður-Afríku var bannaður hér á landi fyrir 1,5 ári. Opinber rannsókn verður gerð á innflutningnum. Innflytjendur suður-afrískra afurða eru 2. Þeir segja að þær séu gamlar birgðir sem eða framleitar annar staðar en í Suður-Afríku þrátt fyrir að vörumerkin séu þaðan. Sjómenn á 12 til 13 bátum í Stykkishólmi hafa lagt 200 tunnur af grásleppurhrognum upp hjá kavíarverksmiðjunni Björgu HF þar í bæ og ekki fengi greitt fyrir. Andvirði innleggsins að mati sjómannanna allt að 4 milljónir króna. Björg HF hefur óskað eftir greiðslustöðvun og kemur í ljós á morgun hvort hún verður veitt. Endur í Mývatnssveit og Laxárdal eru 9% fleiri en í fyrra en þá voru fuglastofnarnir rýrir þar vegna átubrests á árunum 1983 til 88. Þetta niðurstaða talningar á vorfuglum sem framfór í byrjun júní en þeir hafa verið taldir 16 ári í röð á þessum tíma. Hrafnsönd fjölgaði mest eða 45%. Duggönd og skúfönd fjölgaði einnig talsvert, stofnar rauðhöfðaandar og straumandar standa í stað. Gargönd, hávellu og toppönd hefur hins vegar fækkað frá í fyrra. Mýklag var ríkulegt í Mývatni í vor og telur doktor Árni Einarsson í rannsóknarstöðinni þar að grósku meira fuglalíf megi hiklaust rekja til þess. Ríkisstjórnin hefur hafnað kröfu Kennarasambands Íslands að félagar þess sem eru flestir grunnskólakennara landsins fái 7.000 króna orlofsuppbót eins og flestir launþegar fengu síðustu mánaðamót. Ástæðan sögð sú að samningar Kennarasambandsins runnu út 31. maí og í þeim var ekki ákvæði orlofsuppbót. Ný bjórtegund komin á markað frá Víkingbryggja á Akureyri. Bjórin heitir Helgi Magri, 4% að styrkleika, inniheldur það bil helmingi færri hitaeiningar en venjulegur bjór og flokkast undir svonefndan þurran bjór. Bruggmeistari Víkingsbruggs, Alfred Teufel, þróaði nýja bjórin. Veðurhorfur næsta sólarhring, austan og norðaustan átt kaldi og á stökustað stinningskaldi. Á austanverðu landinu, á annesjum norðanlands og við suðurströnduna verður víða súld eða þokumóða en einna bjartast á suðvestur og vesturlandi. Hiti verður á bilinu 5 til 16 stig. Fleira ekki í fréttum. Við látum hér staðarnum við í kvöld en á morgun, 5. 21. júní,
hefst útsending á ný klukkan korter fyrir 3 á beinni útsendingu frá Ítalíu, leik Belga og Spánverja. Teiknimyndasyrpa fyrir krakkana hefst klukkan 17:15 og þátturinn Ungmennafélagið frá 17. júní verður endursýndur klukkan 17:45. Ingismærin brasilíska birtist á skjánum klukkan 18:40 og 5 mínútum síðar förum við aftur á heimsmeistaramótið í fótbolta en þá verður sýnt beint frá leik Íra og Hollendinga. Fréttum seinkar til klukkan 20:50 og klukkan 21:20 sér Hilmar Oddsson kvikmyndaþáttinn Skuggsjá. Lokaþáttur bandaríska myndaflokksins Samherjar hefst klukkan 21:40 og klukkan 10:30 sjáum við annan þátt af 4 Önnu og Vassilí. Myndaflokkurinn er finnskur og byggir á verðlaunaskáldsugu finnska rithöfundarins Veijos Meris. Þar segir frá ástarsambandi Önnu og Vassilís sem þjóna sitt hvorum herramanni undir sama þaki. Dagskrárlok verða eftir útvarpsfréttir upp úr miðnætti. Og þá þökkum við bara fyrir okkur, bjóðum góða nótt og dreym ykkur vel.